Verslunarkeðjan Samkaup hefur mætt með nýjung inn á matvörumarkaðinn og gerir það með látum. Kjörbúðin hugsuð sem nýr og betri valkostur í þeim byggðarlögum sem Samkaup hefur verið að reka minni og mismunandi verslanir. Og þetta svona okkar svar við kröfum fólks í þeim byggðarlögum þar sem við erum að versla. Að koma til mótsvegar með lægra vöruverði og meira vöruvali. Þannig að við erum eins og í garðinum, við erum að tvöfalda vöruvalið og á sama tíma að lækka verðið til þess að verða þessi raunverulegi valkostur fyrir fólkið í öllum þessu bæjarfélögum þar sem við erum að versla. Hvernig getur þú lýst þessu fyrir ykkur? Þetta þá ein keðjan fyrir utan Netto-keðjuna? Já, við getum sagt að þetta valkostur í samkeppninni. Við höfum fengið mikið ákall að standa okkur betur í verðlagningu út allt land. Okkar styrkleiki liggur þar, við erum að reka mikið af verslunum víða land og ætlum okkur núna að sameina í raun og veru verslunargerðir sem við höfum haft áður í þetta nýja konsept og breyting fyrir neytendur að við erum að koma inn með samkeppnishæft verð á svona lykilvörum heimilisins en á sama tíma að vera sanngjörn í verðlagningu á öllum vörum sem í boði eru. Fyrir utan það erum við náttúrulega að tvöfalda hjá okkur vöruvalið og koma inn með sterkari markaðssetningu heldur en við höfum kannski áður haft. Þetta hlýtur að vera mjög viðamikið verkefni, margar verslanir og þið eru að lækka verð og auka vöruval. Hafið þið verið að rannsaka þetta mál mjög lengi og þetta niðurstaðan? Já, við réðumst í mjög viðamikla viðhorfskönnun í upphafi árs og fengum svör svona 4.000 viðskiptavina og spurðum í raun og veru bara viðskiptavinin hvernig erum við að standa okkur og hvar getum við gert betur. Og út úr þessari miklu vinnu sem hefur staðið yfir núna í heilt ár fæðist í raun og veru kjörbúðin með öllu því sem hún á að standa að þetta okkar svar við kröfu neytenda að þeir vilja lægra verð. Það stöðug krafa á matvörumarkaðinn alltaf, við viljum alltaf fá lægra verð. Hér erum við að svara því, fólk vill hafa val, við erum að svara því með því að tvöfalda vöruvalið og erum að koma inn með svona nýtt útlit, nýtt konsept, græni liturinn ráðandi og svona vinaleg og hlýleg verslun á sama tíma að vera fullt samkeppnishæf á markaði. Og það að bjóða mikið úrval í ferskum kjötvörum og ávöxtum og grænmeti og öllu slíku í þessum búðum? Já, það var svona stærsta ákallið til okkar, það var að bæta okkur í vöruvali í íslenskum vörum og ávöxtum og grænmeti og það erum við svo sannarlega að gera. Fyrsta kjörbúðin opnaði í Sandgerði og næsta í Garði suður með sjó. Framundan opnun fleiri kjörbúða en hvernig hafa móttökurnar verið? Viðtökurnar hafa verið í raun og veru algjörlega frábærar, langt umfram okkar væntingar og gefur okkur dálítið sjálfstraust það að neytendur eru að svara þessu konsepti okkar mjög vel. Gunnar Egill segir að einn helsti styrkleiki Samkaupa sé starfsfólkið allt land. Við eigum gríðarlega sterka og góða leiðtoga allt land, margir með mjög langa starfsreynslu, vita alveg hvað þeir eru að gera. Við segjum kannski núna að við erum dálítið að vopna okkur upp á nýtt með öllum þessum sterku undirstöðum sem við höfum og gefa svona okkar leiðtogum allt land sterkari vopn í baráttunni. Jæja, bæjarstjóri búinn að skoða nýju kjörbúðuna? Þetta hlýtur að vera þitt hlutverk á heimilinu? Heyrðu, þetta rosa flott búð, alveg meira. Þetta minnir svolítið á gamla daga, merkingarnar og svona. En Magnús duglegur að fara í búð en ég. Ég verð að viðurkenna það. Hvaðan kemur það? Heyrðu. Ert þú búinn að ala svona vel upp? Já, ég ætla að segja það. Hann sér þetta. Og hvernig líst honum á búðina? Bara mjög vel. Þetta bara bæði mjög flott búð og bara mér finnst vöruúrvalið bara mjög gott og þetta lítur vel út. Hversu mikilvægt það fyrir svona, við getum sagt, lítið bæjarfélag eins og Garðinn að vera með góða kjörbúð? Skiptir auðvitað öllu máli fyrir íbúana hvar sem sko. Það sé verslun og allt það bara grundvallaratriði. Þetta eitt af þessum grunnforsendum fyrir hverju byggðarlagi sko.